Velkomin í Föndurhornið. Hér ætla ég að sýna ykkur hvernig ég málaði þennan jólasvein með horn. Þessi aðferð á líka við jólasveinin með jólatréð. Það sem þið þurfa að hafa við hendin er vatn í krukku, disk til að blanda litum á eða eitthvað lokið eitthvað, tusku er gott að hafa líka við hendina. Síðan bara er að hefjast handa. Ég byrja á því að mála húfuna hans, rauða. Og byrjum bara á því, byrjum á stóru flötunum. Það er gott að fara 2 umferðir ef ykkur finnst málingin ekki þekja nógu vel. Þannig er ég búin að fara 2 umferðir. Ég verð með rauða litnum. Nú er ég að blanda rauðum og örlítið svörtum til að fá lit sem ég ætla að nota í að gera skuggana. Og það sem ég ímynda mér að birtan komi hægra megin frá aðeins, hún er uppi og til hægri, að þá skyggi ég vinstra megin á jólasveininu og ímynda mér að það falli skuggi af hornunum líka og set þarna neðst á húfuna, þá fær hún pínu svona eins og hún sé pínu þykk. Og virkar hún ekki svona örþunn einhvern veginn. Og eins og ég segi, ég gerir meira vinstra megin heldur en hægra megin og ég skyggi meira vinstra megin en hægra megin. Það segja að því að ég vil að birtan komi hægra megin frá. Ég vil helst ekki hafa einhverja línur, þannig að ég blanda bara litnum þangað til hann rennur saman við rauðlitin sem ég setti í upphafi. Þannig ég bara skiptist á að taka hana dökka rauða eftir hvað mér finnst þurfa, hvor mér finnst þurfa meira. Og blanda þeim bara svona saman og læt sem sagt það bara renna saman. Til að losna við svona einhver alveg skarpar línur. Skeggið er fyrir framan fötin ekki satt, þannig að það myndast þá líka skuggar bak við skeggið og við sjáum það aðeins og það er það sem við erum að gera núna. Við sjáum bara strax hvernig skeggið pompar svona fram á jólasveininum bara við að setja það bara pínu liti á dekkri lit. Og þetta ætlum við að gera þarna meira, eins og segi, vinstra megin heldur en hægra megin, en það þarf samt að gera allstar eitthvað pínu, sérstaklega þarna upp í kverkunum á skegginu. Það kemst engin birta þar, þannig að sjáu þið, þetta hefur ótrúlega mikið að segja. Bara pínu lítið. Og svo er bara að fikra sig áfram með þetta, hvað ykkur finnst virka, að hvað tilfinningu þið fáið þið er að gera þetta. Hvað finnst ykkur? Og það er gaman að aðeins að velta þessu fyrir sig, bara ef þið horfið á bara líkamann eitthvað eða dúkku eða eitthvað fyrir framan ykkur og þið horfið hvernig birtan kemur, hvar myndast skuggarnir, hvar eru ljósustu punktarnir. Þannig leikur maður sér með skugga og birtu. Nú ætla ég að gera skóna og ég ætla nú bara að hafa þá svarta. Þannig að ekkert mikið hægt að skyggja þar því það er engin litur sem er dekkri heldur en svarti liturinn. En þar getum við aftur mútið leikið okkur með ljósupunktana. Ég geri þá eftir. Nú ætla ég að blanda lit sem ég ætla að setja á nebban og hann verður bara fölbleikur, þannig að bara tölvöld mikið af hvítum en lítið af rauðum og fæ ég þennan fölbleika lit sem ég ætla að setja á nebban. Og þegar ég er búin að því að þá langar mér nú að skyggja þarna nebban líka, þannig að við sjáum að nefið standi út, ekki satt, og það er pínu kúlulaga. Og þá tek ég þennan rauða lit, en dökkrauða sem ég blandaði þarna áðan til að skyggja húfuna, nota það bara líka í nebbanum.
sjáu þið, og ég seti þarna niður þegar birtan kemur ofan frá, þá skyggi ég þarna þess niðri og svo bara blanda þetta saman, þannig ég sé ekki með einhverja leiðandi línu, heldur bara þannig að þetta renni saman eins og áður. Þið sjáu hvað ég er að gera þarna. Og ég hef ljósasti punkturinn er þarna hægra megin uppi. Ég ákveða að hafa hann bara ekkert í neinum vettlingum, þannig að þarna hef ég ákveðið að bæta aðeins meira. Mér fannst þetta ekki nóg. Svo heldur maður bara svona áfram, þangað til maður er sáttur. Algjörlega. Já, ég vildi ekki hafa hann í neinum vettlingum, þannig að nú mála ég hendurnar hans svo. Já, setja ég þann ljósan punkt, ljósasta punktinn hérna ofan á nebban. Og það fellur skuggi á hendurnar líka. Við byrjum bara að mála grunnlitin og svo getum við að leikja okkur með það. Og ef við veltum því fyrir okkur þá málum við bara neðsti hlutan á höndunum og upp við ermina á jakkanum hans, sjáu þið. Af því ef þið veltið því fyrir ykkur, þið horfið á hendurnar eitthvað, það er alltaf skuggi upp við ermina, eða yfirleitt. Þannig að, sjáu þið, þetta er bara, og svo bara blanda þetta eins og áður. Láta þetta renna saman litina, bara taka til skiptis ljósan dökkan eftir hvað ykkur finnst vanta. Ég ákvað að hafa hornin gylt. Það koma vel út með þessum rauða lit. Verður svolítið sparilegu þannig. Og svo mála ég skeggið. Alltaf að passa okkur að vera búin að skóla vel pensilinn áður ráðumst í hvíta litin og eins að hini litinni sem vorum að mála, hini fleturni sem við máluðum áðan sé orðnir þurrir. Það er svo pirrandi þegar hvíti liturinn fyrir að blandast við eitthvað sem maður er búin að gera áður. Þá þarf maður að fara nokkrar umferðir til að kannski losna við það, þannig að bara vöndum okkur og gefum okkur tíma og þrífum vel pensilinn á milli. En það er miklu skemmtilega bara að dúlla sig við þetta í rólegheitum og njóta þess sem maður er að gera. Og ef maður fer eitthvað út á þetta rauða, hvað meira en maður ætlaði sér, að þá bara nær maður sér rauðan lit á eftir og fer yfir, málar yfir það. Núna er ég að blanda gráa litin sem ég ætla að nota til að skyggja skeggið og skugginn lendir undir húfunni, undir nefinu, ekki satt, nefi stendur út, þannig við setjum skugga þarna undir, svo látum við þetta bara svona renna út í hvíta litinn. Hvað þið vilja hafa mikið af einhverjum línum og dót í skegginu, bara algjörlega undir ykkur komið. Þetta er svona svo skegging sem ég sá fyrir mér. Og eitt sem er kannski ágætt að benda á, þegar maður er að mála, þá er ágætt að aðeins að velta fyrir sér hvernig liggur hluturinn, eins og skeggi, það liggur svona upp og niður, ekki satt. Það mála maður svolítið þannig. Þannig að ef það koma málingaför
eftir pensilinn, penslafur ætla ég nú að segja, að þá bara eins og það sé hluti af skegginu eða húfunni eða hvað sem maður að mála. Mála í þá átt sem hluturinn liggur, það alltaf ágætis regla. Geri í dúskinn. Þegar maður gerir það, málar sem sagt í það átt sem að hluturinn liggur, að það getur bara verið hluti af myndinni og gert, og það getur bara sýnt svo mikið hvernig hluturinn er. Þarna var ég aðeins að skeggja dúskinn. Nú ætla ég að setja ljósupunktana í skóna. Ekki gátu við skyggt þá neitt, þannig að þá gerum við bara hérna birtupunktana þar. Glampar á skóna. Sjáu þið hvað þetta gerir mikið. Og svo bara að mála hérna hliðina. Ef þið hafið séð fleiri vídeóum frá mér þá ég vildi ekkert að mála það eitthvað mjög svona, einhver smáatriði, bara gera það svolítið gróft. Þarna sjáu það engar línur, þarna getur verið gott að hafa blýant og gera, ef maður vill gera einhverja línur. Ég held ég hafi nú gert það og ég sýni það nú ekki þarna. En ég gerði þetta bara svona gróft, ég ekkert að skyggja þarna eða eitthvað svoleiðis, en auðvitað hægt að gera það ef maður vill, það bara allt. Alveg eins og þið viljið hafa það. Ég ákvað bara að gera þetta svona. Það verður bara einfalda baklið. Svo bara að þræða perlurnar. Svo maður ætlar að hafa þær. Ég byrja því áður ég festi í jólasveinin. Það svolítið misjafnt hvernig ég gerir þetta, en ég ætla að sýna ykkur þessa aðferð núna. Því það hægt með þessar kúlur sem ég ætla að gera. Það sem sagt, sjáu þið, núna þær komnar þarna og þá nú þræði ég tilbaka, en ég þarf að passa að missa ekki þar út á lykkinu. Þannig ég held þarna í lykkinu þarna uppi. Sjáu þið, putta þarna. Já. Og ég bind ekki strax þar, og maður fara bara að gera þetta bara mjög varlega. Þræði í og geri hnút þarna. Því þarna ætla ég að sýna ykkur smá triks sem kemur vel út þegar það hægt. Það ekki alltaf hægt. Það fyrir allt eftir kúlunum sem maður að nota, eða perlunum, hversu stórt gatið á þeim. Þarna ég ætla að setja hnútinn inn í gatið á kúlunni, þannig að við sjáum ekki þennan hnút. Það það sem ég að gera þarna. Þegar ég svo, sjáum að það aðeins stundum að hafa fyrir þessu, og svo bindi ég þarna uppi svo að kúlurna fari ekki fram af. Og þá þetta komið. Þessi jólasveinn. Já. Þegar ég var svo búin að þessu, þá tók ég eftir ég hefði glemt einu. Ég glemt að gera birtupunktana á húfuna og fötin hans. Og sjáu það bara örlitla línur. Ef ykkur finnst þær breiðar eða eitthvað ekki sátta þá bara að ná sér í rauðan lit og minnka þær eða mála yfir það og gera aftur eða eitthvað. En þá hann að vera tilbúin. Það vonaði þetta hafi gagnast ykkur og ég segi bara takk fyrir mig.